Við erum velkomin í Hina Reykjavík. Í dag ætlum við að ræða aðgengi að orku, raforku og hita. Lengi verið talað á Íslandi að hér sé aðgengi svo gott. Þetta bara allt í náttúrunni okkar og auðvelt að svona nálgast þetta, hita upp húsin og fólki oft brugðið þegar að það svona skýrir frá því að geti ekki kveikt á ljósum af því að það sé búið að loka fyrir rafmagnið. En þannig veruleiki fólks hér á landi sem að býr við fátækt. Maður kemur stundum heim og þá bara ekki að kveikja ljósin, allt slökkt. Í síðasta þætti þá ræddum við peppara sem eru í grasrótarsamtökunum PEP Ísland. Það svona stendur fyrir á ensku People Experiencing Poverty, eða fólk sem að býr við fátækt, upplifir fátækt, og það svona hluti af stærra samhengi og svona hefur í rauninni, kannski unnið undir eða unnið með EAPN sem að stendur fyrir European Anti-Poverty Network. Það svona, hvað segir maður, svona samtök sem að berjast gegn fátækt á alþjóðavísu og hingað til mín Laufey Ólafsdóttir komin. Kannski við byrjaði að spyrja hvað geturðu eitthvað sagt okkur aðeins frá EAPN, svona hvað það stendur fyrir? Já, það stendur fyrir European Anti-Poverty Network og sem sagt starfandi í flest öllum Evrópulöndum og þar með talin nokkur lönd sem eru utan Evrópusambandsins eins og til dæmis Ísland, Noregur, Makedónía og alveg stólið úr mér, en það eru einhverjir viðbót sem eru líka sem eru utan Evrópusambandsins. En EAPN náttúrulega svona, setur náttúrulega mesta áherslu á að vekja athygli á málefnum fólks sem býr við fátækt gagnvart Evrópusambandinu og Evrópusambandið einn af styrktaraðilum EAPN og þannig að EAPN svona ráðgefandi fyrir Evrópusambandið til þess að koma röddum fólk sem býr við fátækt til skila, inn í stefnumótun þá Evrópusambandsins. Og sem sagt, þannig að við sem erum utan sambandsins inn í EAPN, við erum svona oft svolítið sér á báti, en við getum að sjálfsögðu nýtt okkur og þau geta nýtt sér líka frá okkur. Þú veist hvað, þetta í raun og veru þetta bara svona samráðsvettvangur til þess að svona hafa svona heildstæða sýn yfir baráttuna gegn fátækt, af því þetta náttúrulega ekki, þú veist, þó að ýmis málefni séu kannski einskorðið við ákveðin lönd og það sjálfsögðu einhverjir mismunandi þættir innan mismunandi ríkja. En þarna þegar við fáum hennar samráðsvettvang, þá náttúrulega erum við að tala svona hvað við eigum sameiginlegt og kannski fá hugmyndir frá öðrum löndum. Það sem sagt mjög mikil áhersla lögð einmitt á að einblína ekki bara á það sem vont, heldur líka á það sem gott. Þannig að hvert land oftast beðið að koma með svona dæmi svona good practices eða eitthvað sem hefur gefist vel í úrræðum stjórnvalda. Þannig að þetta svona sem sagt bara, og hver og einn fulltrúi fyrir sitt land náttúrulega tekur heim þegar við höfum verið að hittast í Evrópu, en það náttúrulega hefur ekki verið í gangi í COVID, þá höfum við ekki getað gert neitt, nefnum bara vera á rafrænum fundum sem svona, þú veist, það sjálfsögðu gagn í því, en það hefur alltaf verið best að fara á staðinn og hitta fólk og svoleiðis og mynda sambönd við annað fólk í öðrum löndum sem kannski að starfa að svipuðum málum. En vonandi getum við byrjað á því aftur í lok þessa árs. En þetta sem sagt svona samráðsvettvangur Evrópulanda málefni fólks með fátækt. Og það líka einmitt eins og þú sagðir, þú varst náttúrulega að tala við peppara á þriðjudaginn og EAPN leggur aðal áhersluna á einmitt að það sé talað við fólki fátækt og það fá að tala fyrir sig sjálft.
Þannig að það eru með til dæmis árlega ráðstefnur þar sem að hvert land kemur með, það er hún Ásta Dís sem er sér peppið hér á landi. Hún er það sem er kallað samhæfingarstjóri eða National Coordinator og hver svoleiðis National Coordinator fer á þessa ráðstefnu með 3 aðila með sér sem að búa við fátækt. Þannig að það eru rosalega flottar ráðstefnur sko, sem að fólk kemur úr aðstæðunum og talar við annað fólk sem er í svipuðum aðstæðum í öðrum löndum. Þetta hefur alltaf verið gríðarlega mikil upplifun. Ég hef farið nokkur sinnum með þeim og þetta er alltaf svolítið mismunur ár frá ári en þá eru þetta alveg frábærar ráðstefnur og eru yfir 2 eða 3 daga. Þetta var 3 dagar til að byrja með en svo var það skorið aðeins niður. Það er alltaf þannig að það er ekkert alltaf hægt að tryggja sama fjármagnið ár eftir ár. Þannig að þetta er verið mismunandi. En þetta er áherslan að fólk sem býr við fátækt tali fyrir sjálft sig. Og hafið þá, fyrir ekki að. Hafið þá verið að einblína á eitthvað þema, þú veist, eins og þegar að vera að fara út, er það eitthvað þema eins og bara hvernig er aðgengi fátæksfólks að menntun eða að vera að taka mat og hungur fyrir, eða er þetta bara almennt bara svona er að vera fátækur, ég ætla að segja frá því, þú veist, og það bara hefur áhrif á allt mitt líf, eða er þetta eitthvað þemaskipt? Þetta er þemaskipt og það er ákveðið alltaf fyrirfram hvert þema verður viðkomandi ár og það er þannig að það er yfirleitt eitt land sem sér að skipuleggja ráðstefnuna hvert ár. Ég held reyndar að það hafi verið aðeins meira fyrir vaxandi samráð þar sem að PEP coordinators samhæfingarstjórar landana funda reglulega. Það er náttúrulega Ásta Dís sem er fyrir okkar hönd. Og þau funda nokkur sinnum á ári og velja í sameiningu hvað á að taka fyrir hvert ár. Og það hefur verið húsnæðismál, einhvern tímann var það ungt fólk og það hefur verið bara mjög mismunandi málefni. Þannig að það er alltaf valið eitthvað þema og þá er náttúrulega reynt að fá í hvert skipti fólk sem að hefur reynslu af þessu þema nákvæmlega. En svo er náttúrulega eins og alltaf að það er náttúrulega það sem að hefur áhrif á fólk í fátækt er náttúrulega svolítið eitt af öðru. Mér eins og húsnæðismáli eru alltaf mikilvæg sama hvort að það sé þema þá kemur það kannski alltaf upp einhvern veginn og svoleiðis, en það er áherslu þema alltaf hvert ár sem er síðan kannski svolítið teygjanlegt. Heilbrigðismál voru einhvern tímann rædd, ég mætti á eina svoleiðis og það eru þemu, þannig að ég held að sé ekki búið að ákveða þemað í ár en við grunar að það sé það sem við erum að fara að ræða núna, það hefur verið mjög fyrirferðað mikið. Já, það var einmitt á heimasíðu EAPN verið að auglýsa og það var hægt að fylgjast með ráðstefnu eða málþingi, ég veit ekki hvað rétta orðið er og þá er það kallað aðgangur að orku eða á ensku right to energy og þá er verið að tala bara hvernig málum er háttað innan mismunandi landa Evrópu og bara hvernig í rauninni hversu mörg heimili eru tengd, hvernig hlutfallið er og bara varðandi raforku aðgengi að því hversu vel eða hvort það sé hægt að hita heimilin upp og allt það, þannig að hvernig, var það inntak ráðstefnunnar? Hvað getur sagt mér nánar frá því? Já, þetta var ráðstefna sem var haldin í síðustu viku, frá mánudeginum 24. janúar til 28.
janúar og þetta voru 5 dagar og 5 svona eftirmiddagar og hverjum degi var skipt í 2 svona hólf, þannig að þetta var, þetta var ekki of mikið í einu, maður gat staðið upp og fengið sér kaffi og svona á milli funda, en og þetta var sem sagt, hvert svona slott hafði sitt þema, þannig að það var alveg, þetta var sem sagt, yfirheitið sem sagt Right to Energy Coalition og þetta sem sagt svona samvinnuhreyfing mismunandi samtaka og EAPN var einn af þáttakendum í þessu, Right to Energy, það hægt að fara á vefinn righttoenergy.org og það hægt að kynna sér svona þessi samtök og hvað þau eru að tala en þetta var sem sagt, ég held að séu 23 samtök og þetta eru bæði sem sagt, samtök sem að vinna gegn fátækt og svona umhverfissamtök, félög sem að starfa með heimilislausum og einhver held ég verkalýðsfélög og svona og svona hálfpólitískar hreyfingar eða svona sem að sem tala svona social issues og svoleiðis. En þetta er nefnilega gríðarlega mikilvægt að nú er svo fyrirferða mikil umhverfisvitund sem bara gott, en því miður þá verður fólk sem býr við fátækt svolítið út undan í þeirri umræðu, það sem kallað orkuskipti, það sem við sem bara samfélag heimsins erum að færa okkur úr svona mjög mengandi orkugjöfum og yfir í grænni orku, en það gleymist svolítið að það ekki ókeypis og það oft mjög dýrt að fá bara tæki sem að ráða við nýja orkugjafa. Og við þekkjum þetta til dæmis á Íslandi bara í gegnum bíla. Að til dæmis að stjórnvöld gáfu skattaafslátt af rafbílum en náttúrulega fátækt fólk á ekki séns á að kaupa sér rafbíla því þeir eru náttúrulega samt svo dýrir þó að þessi tekin aðeins skatturinn. Þannig að þau náttúrulega, þannig að það leiðir af því að af því leiðir að fátækt fólk frekar á bensínbílum og oftast á gömlum bensínbílum sem að eyða miklu og svo þegar verið til dæmis að tala að setja á sérstakann bensínskatt af því að bensín ekki ákjósanlegur orkugjafi af því hann mengandi, þá fær fátækt fólk ekki einu sinni tækifæri til að taka þátt í því. Þannig að það verið að refsa þeim sem að eru fátækastir með því að leggja auka skatta á það. Þannig að þetta í raun og veru fátæktaskattur. Og það sama að gera með bara svona heimilisorku til húshitunar og rafmagns til að lýsa upp heimili sitt. Þetta nefnilega gerast í öðrum Evrópulöndum sem eru ekki með sömu orkugjafa og við á Íslandi. Því að Ísland náttúrulega sá kostur að við erum með meiri hluta heimila í landinu eru hitaðir og lýstir upp af umhverfisvænum orkugjöfum. Þannig að við stöndum svolítið vel að vígi þar, af því að þetta eitthvað sem að einhver breyting sem við þurfum ekki að fara í gegnum til dæmis, en í Evrópu þar sem verið einmitt að skipta þessa orkugjafa, þá erum við að tala að það þarf að skipta öll tæki heimilisins til þess að geta tekið á móti umhverfisvænni orku, eins og til dæmis svona sólarorku og fleira. Það þarf að setja upp einhverja svona panels til að taka á móti sólarorku og ýmislegt fleira svona, og það rándýrt og það var svona meðal annars það sem var fjallað á þessari ráðstefnu í síðustu viku. Það var einmitt þetta einmitt að það
þyrfti að í raun og veru það sem stjórnvöld þyrfti að gera væri að einfaldlega gera fólki kleift að skipta út orkunni og hafa einhverja styrki og eitthvað fleira til þess að það gæti gert það vegna þess að þetta eitthvað sem fátækt fólk getur ekki gert. Og það var annað sem var líka rætt, þetta voru náttúrulega alveg 5 dagar, þannig að þetta var heilmikið efni og meira en ég get gert grein fyrir í hálftíma þætti. En það var sem sagt líka annað með gæði húsnæðis, af því að það húsnæði sem að fátækt fólk býr í oft ekki sem sagt það oft verri einangrun í því og svo framvegis. Þannig að það þarf að hita það meira til þess að halda því heitu og þannig að sko þetta eitthvað sem að þarf ofboðslega mikið að horfa til að setja ábyrgð á til dæmis leigusala og þeim sem að útvega húsnæði, að ábyrgðin sé þar en ekki á leigjandanum. Og svo erum við náttúrulega með fátæka húseigendur líka þó að þeir eigi sitt húsnæði eða búi í eigin húsnæði, þá það ekki sama sem merki að þeir hafi endilega efna á að endurnýja húsið sitt til þess að taka á móti grænum orkugjöfum. Og já, þannig að þetta var svona megin inntakið í þessari ráðstefnu. Þetta mjög athyglisvert og þegar þú talar einmitt sko húshitun, nú fer ég að hugsa einmitt líka kannski því minni íbúð sem þú býrð í, því færri ofnar ef við bara lítum til Íslands, þannig að kannski ekki miklir möguleikar upp á sko, þú getur náttúrulega þá þarf náttúrulega að hita upp minna rými, en maður hugsa líka sko þegar fólk í svona kannski þarf að sætta sig við rými sem að kannski eru bara mjög lítil, að þá svona líka spilar það inn í, fyrir svona aðeins að hugsa bara stöðu fólks sér, en mér langar að spyrja því fórst inn á svo áhugaverðan punkt sko varðandi að það sé dýrt að fara í þessi orkuskipti erlendis. Mér langar að spyrja að við heyrum oft hér á landi sko þeir borga sem menga. Að núna séum við bara að rústa jörðin okkar og fáum engan annan séns og fólk sem að mengi og noti jarðefnaeldsneyti eigi bara að greiða fyrir það. Það sé bara þau séu bara að rústa jörðinni og ég að greiða, en það vantar allan svona efnahagslegan vinkil inn í það. Já, hvað svona finnst þér þennan þessa nálgun? Fórst alltaf inn á þetta með orkuskiptin. Já, nei, þú veist eins og ég segi, þetta náttúrulega bara fátæktarskattur og og þú veist eins og við náttúrulega þekkjum með bílana að þetta bara ekki raunhæfur kostur fyrir fólk sem á ekki peninga. En þú veist, í staðinn einmitt verið að þú veist, og meðan rafmagnið mjög ódýrt, þannig að það mjög ódýrt að reka rafmagnsbíl. En það ekki allir kost á að kaupa sér rafmagnsbíla, þegar það náttúrulega kosta marga milljónir. Og það einmitt eitthvað sem að fátækt fólk getur ekki keypt. Það kannski að kaupa sér notaða bíla sem eru kannski orðnir 10 eða 20 ára gamlir. Og eyða gjarnan mjög miklu bensíni. Þannig að sko þegar það lagt á bensínið af því að það mengandi, þá náttúrulega, þú veist, bara getur það fólk ekki rekið þá bíla sem þeir hafa efni á að kaupa. Þannig að, já, þetta og líka bara með sko, það var, ég kannski nefni í þessu samhengi að það var fyrra þá hafði sambandið með maður sem var að gera rannsókn á Íslandi sérstaklega í sambandi við svona energy poverty og hann var einmitt ekki bara að horfa á húshitun og rafmagn, heldur líka á svona ferðamöguleika og hann kom til Íslands og talaði við nokkra, ég einmitt sá að setja hann í samband við nokkra aðila á Íslandi, sem fólk með reynslu af þessu og hann reyndar ennþá að vinna í sínum niðurstöðum, þannig að ég ekki búin að sjá hvernig það eru, en það koma vonandi þessu ári.
En honum fannst einmitt mjög áhugavert á Íslanda því hann ferðaðist aðeins um landið, þú veist, hvað náttúrulega bara samgöngur eru, þú veist, já, þær eru bara ekki góðar, almenningssamgöngur á Íslandi, þannig að það svona svolítið, þú veist, það margt fólk sem bara þarf að eiga bíl til þess að geta komist á milli staða vegna þess að strætó eða almenningssamgöngur bara henta ekki. Þannig að þetta alveg eitthvað sem þarf virkilega að skoða hér á landi, finnst mér og bara finnst okkur öllum held ég. Að þú veist, viljum við hafa almenningssamgöngur sem að geta þá verið grænar eða ætlum við að halda áfram að gera fólki ókleift að nota almenningssamgöngur og láta það allt eiga bíla sem að menga líka í þokkabót. Þannig að þú veist, þetta bara stórt umhverfismál einmitt að byggja upp almenningssamgöngur. Og ekki síður hluti af þessu heldur en hitt, sko. Sem hægt að reiða sig á og treysta á að því að þessir bílar eins og segir ekkert möguleiki fyrir fólk, þetta rauninni fólk sem að hvað sem myndi hafa efni á þessum bílum sennilega sem að fá þennan afslátt, þennan skattaafslátt, finnst ég við. Já, einmitt. Það akkurat, það svolítið þannig og skattleggja aðra. Og þetta einmitt svipað og bara með húshitun, þú veist að þegar þú ert ekki með almennilega einangrun á húsinu þá þarf að hita meira til þess að halda því heitu. Þannig að þetta einmitt aftur og aftur bitnar svona einhverjar aðgerðir að hækka einmitt eitthvað sem óákjásanlegt, bitnar á fátæku fólki sem á minni peninga fyrir og má síst við því. Langar með þetta eins að ræða afleiðingar. Það kom fram, það var sumarið 2020 sem það kom fram að það væri lokað fyrir rafmagn hjá 8 borgarbúum, Reykvíkingum, vegna vanskila hjá Orkuveitunni. Þannig að það ef þú greiðir ekki, þá fer þetta í innheimtuferli og vanskil. En það bara lokað fyrir rafmagn. Þannig að þegar maður fer að hugsa afleiðingar sem þetta getur haft í för með sér, að geta ekki haft ísskápinn í sambandi, að geta ekki kælt matvörur, að geta ekki fryst matinn, að geta ekki kveikt á ljósi, að geta ekki tengt tölvu, að geta ekki verið nettengdur. Það fer svona að velta þessum afleiðingum fyrir sér og mig langar að spyrja það, þetta eitthvað sem að kom upp á ráðstefnunni sem að var til umfjöllunar eða? Já, þessi samtök, Right to Energy Coalition, sem samtök margra samtaka, eða svona sameiginlegt verkefni, kom einmitt upp svona þemað að gera orku að mannréttindi. Það væru almenn mannréttindi að geta búið við nægilega húshitun og vera með rafmagn. Það náttúrulega bara svona grundvallar lífsgæði, þegar þú ert komið með heimili, þá því að heimili líka grundvallar mannréttindi, en það líka náttúrulega mjög mikilvægt að geta hitað og lýst upp heimili. Og sko fyrir utan það náttúrulega eru ýmis bara vandamál sem að skapast, þú veist, ef þú getur ekki hitað og lýst upp heimilið, af því að það, þú veist, veldur svona rakaskemmdum og annað getur gert ef þú ert ekki með, þú veist, ef þú getur ekki hitað og opna glugga og allt þetta. Þannig að þetta ekki bara, þú veist, þetta bæði heilsu mál og bara mannréttindamál. Að og líka náttúrulega bara fólk sem að býr við ýmsa fötlun sem að leiðir til þess að það þolir vel kulda og eldra fólk líka. Það nú bara dæmi að eldra fólk bara deyja úr kulda viða í Evrópu þar sem verður mjög kalt. Ég bjó lengi í Bretlandi og þar bara fólk sem árlega deyr af kulda. Það yfirleitt eldra fólk af því að það hefur ekki efni á að kynda húsin sín. Og það einmitt annað sem að ég einmitt fekk svona flashback þegar að
það var ein kona frá Bretlandi sem svona aktivisti, hún býtti nú ekki fundið hérna nafnið á henni. Það voru tvær frá Bretlandi, hún heitir Ruth London, hún kemur frá Fuel Poverty Action í Bretlandi. Og hún var einmitt að tala að þegar að fólk kemst í vanskil til dæmis við orkufyrirtækin, þá oft brauðið á það að skipta út kerfinu sem fyrir svona mæla, svona rafmagns- og hitamæla sem þú þarft að setja pening í hver skipti sem þú vilt nota, og svo bara sloknar rafmagninu þegar peningurinn búinn. Og ég man alveg þegar ég bjó í Bretlandi, ég bjó þarna frá 92 til 99, og þá einmitt var hellingur af fólki sem að ég bæði heimsótti og þekkti sem að var með svona mælakerfi, og þá var þetta líka mikið algengara. Þessum mælum hefur verið skipt út svona í seinni tíð, og líka komið svona það aðeins búið að uppgreita systemið. Ég man þegar ég bjóð þarna, ég var bara, ég kom til fornaldar stundum með hvernig húshitun var háttað, og það var einmitt svo dýrt að fólk slökkti á henni, ef það bara fór úr húsinu í 10 mínútur, þá slökkti það á hitanum á meðan, það var svo dýrt að hita, og reyndi að hafa einmitt ekki hita á þegar það þurfti ekki, og svo framvegis. Það var alltaf mikið atriði að slökkva á hitanum, og einmitt að slökkva ljós eftir að maður fór út úr herbyggjum og svona, þetta var eitthvað sem maður vandist þar. En þessi mælar eru náttúrulega, það annað við þessa mæla að rafmagnið dýrara í gegnum mælana. Þannig að í raun og veru þegar því kerfi komið á, þá fólk farið að borga meira fyrir rafmagnið sem það fær, og plús að það bara sloknar allt þegar að peningurinn búinn í mælinu. Og hún var einmitt að tala þetta sem, þetta bara fáránlegt. Þetta svolítið samt endurspeglar líka bara viðhorfið sem hér á Íslandi, að hvaða mál enda uppi á borði innheimtustofnana. Jú, það málefni fátæks sem hefur ekki efni á að borga reikningana. Hvað gerist þegar þeir fara í innheimtu? Jú, þeir bæta við sig kostnaði. Þannig að það verður erfiðara og erfiðara fyrir manneskjuna að borga. Það bara mjög dýrt að vera fátækur. Og eins og við þekkjum, þú þarft að taka lán í banka. Hver þarf að taka lán í banka? Fátækt fólk sem má ekki efni á því sem það þarf að kaupa fyrir þetta lán. Þannig að greiðsludreifingar, þær kosta meira heldur en að borga út. Bara listinn heldur áfram. En þetta svolítið einhvern veginn, það alltaf verið að refsa fátæku fólki fyrir að vera fátækt. Og þannig að þetta einmitt svona eina af áherslunum að það sé bara litið á þetta sem mannréttindi. Og einmitt það eina, þau gáfu út líka svona kröfulista sem að væri kannski bara sniðugt að birta á Íslandi, en það einmitt meðal annars á þessum kröfulista kemur að það að banna það að skrúa fyrir orku til heimilisnota. Þannig að fólk þurfi ekki að deyja úr kulda þó að það hafi ekki efni á að borga hitareikningi. Vá, ég tek svo sannarlega undir það, og líka þetta með allt þetta tala einhvern veginn að allar borgir að vera grænar, enginn verði skilin eftir, það bara passar það ekki inn í þá mynda það að loka fyrir rafmagn að hita hjá einhverjum eða þú getur ekki borgað þennan reikning sem nú ekki, við erum ekki að tala einhver reikningur fyrir eitt heimili sé nú eitthvað 20.000 á mánuði, Allan ekki hér á landi, þetta aðeins öðruvísi náttúrulega í löndum í kringum okkur, þetta náttúrulega misjafnt hvernig þetta en þetta ætti að vera bara þegar við tölum að við eigum allir rétt á húsnæði, þá eigum við líka rétt á því sem að húsnæði felur í sér. Að við getum verið með upplýst húsnæði, hlýju í húsnæðinu, kveikt á ofnunum. Já, og ég meina húsnæðiskostnaður náttúrulega bara sligandi nú þegar. Sérstaklega þú ert á leigumarkaði, þannig að
og ég meina eins og ég bent á áðan að það að hita húsnæðið nægilega og hafa ljós, ég meina þetta bara öryggisatriði og líka leiðir síður til þess að húsnæði skemmist af völdum einmitt raka eða einhverja slíkra vandamála. Þannig að þá er það náttúrulega bara hiti og loftræsting sem skipta rosalega miklu máli. Þannig að þetta er ekki bara heilsa fólks, heldur þetta líka bara að húsnæðið haldist óskemmt. Þannig að þetta ætti náttúrulega líka að vera hagur fyrir leigusalinn að það sé ekki bara klippt á hita þar sem að lagnir geta frosið og annað slíkt. Það er alveg dýrt ef það gerist sko. Nákvæmlega, og líka maður er að reyna að ímynda sér sko hvernig ætla að sé að búa við bara rafmagnsleysi í marga daga. Maður hefur alveg komið heim þegar maður er lítill og allt slökkt, en svo þegar þetta er í svona langan tíma, til dæmis yfir vetramánuðin á Íslandi, það er nú ekki, það er ekki gott ástand, get ég myndið mér. Nei, einmitt. En svona loka spurning, þú nefnir einmitt með kröfurnar og það sé eitthvað sem að við getum litið til hér á landi, eða sem stjórnvöld ætti bara að taka upp, en finnst þér, þannig að þér finnst alveg þú geta lært af baráttu félögum erlendis og tekið það með þér heim og svona unni með það, þó að aðstæðurnar séu kannski ekki alveg sambærilegar á Íslandi. Það er svona loka spurningi mín. Já, það er nefnilega alveg ótrúlega margt samt sem við eigum sameiginlegt sko, þó að aðstæður séu mismunandi og eins og ég segi sko, við náttúrulega á Íslandi, við búum náttúrulega við töluverðan lúxus upp á það að þessi hlutir eru yfirleitt í lagi, en allavega í svona leiguhúsnæði almennt, þá það er alltaf undantekningar, en við erum með sko nokkuð, húsin okkar eru nokkuð vel einangruð og svona miðað við það sem að gerist erlendis, og við erum náttúrulega, húsnæðið okkar er heldur ekki eins gamalt. Það eru flest húsnæði í Íslandi er náttúrulega vel innan við 100 ára gamalt, þannig, en í Evrópulöndum þá erum við að tala kannski íbúðarhúsnæði sem er komið yfir þann aldur, þannig að við búum ágætlega upp á það að þessi mál eru nokkuð góð, en nú erum við náttúrulega með hóp sem við vitum ekki hvað er stór, sem að býr í ósamþykktu húsnæði, og vitum við eitthvað hvernig málum er háttað þar. Við vitum það náttúrulega ekki, af því að það er ekki til neinar tölur, af því að þetta er ósamþykkt og oft ólöglegt sem að er verið að leigja út. Þannig að ég held alveg hiklaust að sko, þó að við stöndum vel svona almennt séð, þá eru alveg brotalamir í kerfinu, og það er fólk sem að er ekki að búa við sömu lífsgæði og okkur ekki sjálfsagt. Þannig að já, alveg hiklaust þá getum við lært af, og náttúrulega núna ef við bæta við, þá náttúrulega erum við að sjá að nú er búið að gefa dreifikerfin frjáls. Þannig að það eru komin ný fyrirtæki sem er að sjá dreifingu á rafmagni, og þetta er eitthvað sem er að fyrirmynd annarra landa, en þetta er ekki góð fyrirmynd. Ég allavega persónulega myndi vilja sjá orkun okkar í okkar eigu, hún sé í eigu þjóðarinnar, en það sé ekki einhver viðskiptatækifæri í að veita fólki sjálfsögð mannréttindi, það bara gengur aldrei upp. Þannig að ég hef áhyggjur á þeirri þróun og held að við gætum, ef að þetta heldur áfram, þá gætum við verið að horfa á svipað ástand og er víða annars staðar í Evrópu. Því miður. Við þurfum að hverfa frá þessari markaðsvæðingu, orkumála. Já, algjörlega. Og mér sýnist það líka að vera tónninn hjá flestum þessum samtökum, sem að einmitt undirstrika það að þetta er bara þetta er mannréttindamál og á að vera, og mannréttindi eiga náttúrulega að vera tryggð okkur öllum. Þannig að
góðu loka orð. Við kveðjum héðan úr hinni Reykjavík. Takk kærlega fyrir. Takk.